Velkomin, komið sæl. Ég heiti Stefán Hrafn Jónsson, forseti félagsvísindasviðs í 87 daga viðbót. Ertu að tala með þessu? Já. Velkomin á fyrirlestararöð Þjóðarspegilsins. Þetta næst síðast í þessari röð og líklega með mest stuðandi titil. Þegar ég sá tölvupóstum og segi bara, hvert erum við komin? Þetta er fyrirlestararöðin sem ég var að skilja jú, þetta er raunveruleikinn og róðað með það. Freydís, takk fyrir að vera með erindi í dag. Ég ætla að minna á að erindi er tekið upp. Það getur haft áhrif á umræðina eftir. Og upptökurnar eru birtar inn á þjóðarspegillin.h.is nokkrum dögum síðan. Við þurfum að gefa fólki smá tækifæri til að klippa þetta til okkur. Það er mjög margt annað fróðlegt, þannig ég hvet ykkur til að kíkja á síðuna. Þetta er svona, hugmyndin er þarna eru félagsvísindin að tala út til samfélagsins með rannsóknir, alls konar birtingar, fólkið á sviðinu sem kemur í fjölmiðlum, við reynum að skrá það inn og svona. Til þess að sýna hvað við erum mikilvægi í íslensku samfélagi. Freydís, gjörðu svo vel, ég ætla að skipta svona. Já, það er ekki bara. Nei. Svona, gjörðu svo vel. Takk. Já, ég komið sæl. Það er greinilega fámennt og góðmennt hérna núna. En já, ég ætla semst að kynna fyrir ykkur rannsókn sem að varðar ofbeldi í nánum samböndum, eins og titillinn gefur til kynna. Og þessa rannsókn vann semst Helga Katrín Hjartarsdóttir undir minni leiðsögn og hún vann þetta semst sem meistaraverkefni í félagsráðgjöf og hún starfa núna hjá Barna- og fjölskyldustofu. Nú, ofbeldi í nánum samböndum, eins og við veitum, er útbreitt vandamál og það á sér stað allan heim. Og þegar alvarlegt ofbeldi í nánum samböndum á sér stað, að þá eru konur mun líklegri til þess að vera þolendur og karlagerendur. En aftur á móti hafa rannsóknir sýnt svona á ofbeldi almennt, að þá eru þær niðurstöðurnar í þeim rannsóknum eru svolítið mismunandi. Sumar þeirra sýna að það sé svona álíka mikið að konur beiti karlaofbeldi og kallar beiti konurofbeldi, aðrar sýna að sé mun algengara að kallar beiti konurofbeldi, en þegar alvarlegt líkamlegt ofbeldi að ræða að þá er samhljómur í niðurstöðum rannsókna, svona fyrirliggjandi rannsókna. Nú ef við förum aðeins í söguna þá var talið réttur og jafnvel skylda karlmanna að nota líkamlegt afl gagnvart eiginkonu sínum. Og í þeim tilgangi að stjórna þeim og aga þær áður fyrr. Og þetta var í raun og veru jafnvel lögvarinn réttur. Engin dæmi eru til svoleiðis lögvarin réttindi varðar konur gagnvart eiginmönnum þeirra. Og þetta sýnir kannski svolítið hvernig feðraveldið hefur falið í sér að konum beri að hlýða karlmönnum en ekki öfugt. Og samkvæmt feministum að þá er ofbeldi í raun og veru kannski svona grófasta birtingarmynd feðraveldisins. Bresk lög sem kölluðust English Common Laws eru dæmi lög sem að fólu í sér að karlar hefðu rétt á að nota líkamlegt afl til þess að stjórna konum og aga þær og siða. Og slík sambærileg lög voru til hér á landi og þau kölluðust húsagaskipun. Og í þessum lögum kom fram að karlmenn hefðu rétt á því að aga konur sínar þegar þeir teldu þess þurfa. Og það var náttúrulega þegar þær hlýddu ekki. Svona eins og börn, bara eiginlega. Nú ef við lítum aðeins á víðtæka rannsókn sem var gerð í Evrópu, að þá má sjá að sú rannsókn sem fór fram í 27 Evrópulöndum, að hún sýndi hlutfall kvenna sem hafði orðið fyrir ofbeldi í nánu sambandi með núverandi eða fyrrverandi maka, að það var tæplega 18% eða 17,7%. En þetta hlutfall hafði verið 22% 10 árum fyrr, árið 2014, þegar þessi könnun var gerð. Þá voru löndin 28 reyndar. Og þegar að tilfengilegt ofbeldi er tekið með, annað en bara hótanir, að þá fer hlutfallið upp í tæplega 32%. Núna í fyrra. Hlutfallið var lægst í Póllandi, Búlgaríu og í Portúgal, en hins vegar hlutfallið hæst í Ungverjalandi, í Finnlandi og í Slóvakíu. En í þessum löndum hafði yfir helmingur kvenna orðið fyrir ofbeldi í nánu sambandi, en þá er tilfengilegt ofbeldi tekið með ásamt líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi.
Og birtingarmyndir ofbeldisins, að þær fólu meðal annars í sér að kalla konuna ónöfnum fyrir framan aðra eða gera lítið úr henni svona á einhvern annan hátt og að banna henni að hitta aðra, sem sagt einangrana. En einnig var spurt fjárhagslegt ofbeldi sem hlut af tilfinningulegu ofbeldi, eins og að banna konuna að vinna eða stjórna fjármálum hennar. Og það vist mikið núna orðið töluvert, mikið verið að rannsaka núna sem sagt þegar konur eru látnar að taka lán sem að það sitja svo uppi með eftir sambandsslit og kannski með há lán á sínu nafni sem að gerandinn hefur þá notað peningana frá. Þannig að 5% kvenna hafði orðið fyrir umsáturseinelti eða eldirhelli í nánu sambandi. Nýlegasta rannsóknin, þar sem stuðst er við slembuúrtak og spurningalista, var gerð hér á landi fyrir meira en áratug, en hún sýndi að 22% kvenna hafði orðið fyrir ofbeldi af hálfu núverandi eða fyrrverandi maka, sem í raun og veru sama hlutfall og meðaltalið í Evrópu eins og það var þá. 15 þeirra eða 20% hafði orðið fyrir líkamlegu ofbeldi af hálfu maka eða fyrrverandi maka, en 6% hafði orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi af hálfu maka eða fyrrverandi maka. Og það alveg orðið tímabært að fara að endurtaka þessa rannsókn og jafnvel að taka þá meira inn í hana heldur en var gert á þessum tíma. Hún náttúrulega komin svolítið til ára sinna, þessi rannsókn. En á bakvið allar þessar tölur þá eru náttúrulega manneskjur og nýlega vildi íslensk kona koma því á framfæri hvernig ofbeldi liti út, en hún nefbrotnaði og gerandinn reif af henni augnlokið sem að þurfti að sauma á hann aftur. Og hann var ekki látinn sitja inni fyrir ofbeldið og hún var verulega ósátt sem sagt við dómskerfið í þessu máli. Nú rannsóknarspurningarnar sem leitast var við að svara í þessar rannsókn voru eftirfarandi. Hvert er hlutfall kynjanna meðal geranda alvarlegs líkamlegs ofbeldis í parsamböndum eða nánum samböndum hér á landi? Hverjar eru tegundir ofbeldis sem framkom í dómunum samkvæmt grein 218b í almennum hegningarlögum, og það sem sagt á við líkamsárásir? Hvaða birtingarmyndir líkamlegs ofbeldis koma fram í dómum samkvæmt sömu grein? Og ég glemdi að nefna hérna í upphafi að þetta er svona tiltölulega stutt og hnitmiðað, þannig að við verðum örugglega jafnvel búin fyrir 12:40 eins og dagskráin gerir ráð fyrir. Það fer svona eftir hversu miklar umræður verða. En ef við horfum næst til aðferðirnar sem notuð var í rannsókninni, að þá var notað sambland af eigindlegri og megindlegri aðferð eða innihaldsgreining gagna, þar sem eigindlegu gögnum var umbreytt í megindleg gögn að hluta. Og dómar voru sem sagt innihaldsgreindir, skráningareyðublöð og skráningarleiðbeiningar voru þróuð með það markmiði að auka nákvæmni í skráningu og áreiðanleika skráningarinnar. Og rannsóknarefnið eða gögnin sem rannsókuð voru sem sagt dómar eins og áður hefur komið fram. En þessi gögn, við þurfum alltaf að hafa það í huga, þau voru náttúrulega ekki búin til sem rannsóknargögn og það takmarkar auðvitað gögnin sem slík, eða rannsóknina. Atriði voru valin á gögnunum sem pössuðu við rannsóknarspurningarnar og við tilgang rannsóknarinnar. Þannig að þegar var verið að lesa yfir dómana þá var verið að horfa sérstaklega til þess sem var á skráningareyðublaðinu og skráningarleiðbeiningunum í samræmi við skráningareyðublöðin. Og skráningareyðublöðin innihéldu 76 atriði sem voru skilgreind nákvæmlega í skráningarleiðbeiningunum og annar óháður aðili, það var einn aðili sem skráði öll gögnin, svo var annar óháður aðili sem skráði 20% af gögnunum aftur án þess að vita hvernig hinn skráði, til þess að unnt var að meta áreiðanleika skráningarinnar. Og áreiðanleikin reyndist vera góður, atriðin höfðu að lágmarki 70% samræmi í skráningu og flest atriðin höfðu 100% samræmi. Það voru sérst við tvær sem að skráðum. Nú heildarfjöldi dóma voru 69 talsins út frá grein 218b almennra hegningarlaga sem voru skoðaðir í tengslum við rannsókn þessa. Og af þessum 69 dómum þá fjölluðu 50 um ofbeldi í nánum parsamböndum. Flesti þessara 50 dóma eða 42 þeirra sem eru 84% hefðu fallið í héraðsdómi. Einungis einn þeirra hafði farið upp í Hæstarétt en 7 þeirra eða 17% hefðu farið upp í Landsrétt. Þannig að heildarfjöldi dóma reyndist vera 42 sem voru valdir þar sem nokkur hefur fallið á mismunandi dómstigum.
Og tímabilið sem var valið var frá 5. apríl 2016 þegar B-lið var bætt við þessa grein 218 almennra hegningarlaga. En það felur í sér ekki einungis líkamlegt ofbeldi í parsamböndum getur verið eiga sér stað heldur einnig milli annarra fjölskyldumeðlima. Þetta var bara svona svolítið snyrtilegt að velja það þó við værum í raun og veru að skoða ofbeldi í parsamböndum. Og það var skoðað, sem sagt allir slíki dómar voru skoðaðir yfir 3,5 árs tímabil svona það bil eða til 20. október 2019. Og allir þessi dómar fólu sér gagnkynhneigð pör, það voru sem sagt engin samkynhneigð pör. Nú ætlum við að skoða niðurstöðurnar og ef við skoðum fyrst kyn geranda, þá var í einungis 2 tilfellum sem að gerandinn var kona. Í 40 tilfellum var gerandinn hins vegar karlmaður. Og það var engin skráður sérst með annað kyn, þannig að það er þetta mjög afgerandi munur. Og hér er hægt að sjá tegundir ofbeldi sem var skráð í dómunum. Í 42 dómum þá fólu 39 eða 93% í sig líkamlegt ofbeldi og kannski eðli máli samkvæmt af því það var verið að skoða dóma út frá grein þar sem var líkamsárásir að ræða. Næstu því 40% þeirra fólu í sér tilfinninglegt ofbeldi sem mátti lesa í dómunum og einungis 7% þeirra fólu í sér lýsingu á kynferðislegu ofbeldi. Og ef við lítum næst á tilfinninglegt ofbeldi þá getum við séð hér algengustu tegund ofbeldi sem skráður í dómunum. En það er sem sagt að ógna þolandanum eins og til dæmis að henda einhverju hlut nálægt þolandanum. Og í 70% tilfella sem fólu í sér lýsing á tilfinninglegu ofbeldi þá var hótandi hegðun lýst. Þannig að það er ansi hátt hlutfall. Og líflátshótanir, þær voru skráðar sérstaklega, voru ekki inn í hinu, að þá voru þær næst algengastar. 56% mála sem fólu í sér tilfinninglegt ofbeldi fólu í sér lýsing á svoleiðis hótunum. Helmingur dómanna sem fólu í sér lýsing á tilfinningulegu ofbeldi fólu í sér annars konar hótanir og meira en þriðjungur þeirra fólu í sér niðurlægingu og eða uppnefni. Og að lokum þá fólu 2 dómar í sér, eða 12,5%, tilfinningulegt ofbeldi eða hótanir gagnvart barni. Og hér má sjá dæmi tilfinningulegt ofbeldi sem tekin voru beint úr dómunum. Og eins og sjá má þessum dæmum að þá geta skilin verið svolítið óljós á milli þess að gera lítið úr brotaþola annars vegar og niðurlægja og hótunum hins vegar. Gerið það grænmeti svo getur ekki hugsað börnin, tussa þeim, feita mella þeim, ég stúta þér. Þetta er einmitt, eins og ég segi, þetta tekið beint upp úr dómunum. Og ef við skoðum næst birtingarmyndir líkamlegs ofbeldis sem mátti finna í dómunum, þá sýna niðurstöðurnar 137 birtingarmyndir. Þannig við erum að tala mjög svona fjölþætt ofbeldi. Alls konar, ef við horfum að birtingarmyndir eins og dæmi ofbeldi, að slá utan til dæmis dæmi líkamlegt ofbeldi. Það eru gríðarlega, það má segja gríðarlegt hugmyndaríki í því hvernig hægt er að beita ofbeldi. Og að meðaltali þá var rúmlega 3 birtingarmyndir ræða í hverjum dómi og hæsti fjöldi birtingarmynda í einum dómi voru 8. En í sumum tilfellum þá kom sama birtingarmyndin endurtekið fyrir í sama dómnum og jafnvel inn í sama ofbeldisatviki. Til dæmis ef að rifið var oftar en einu sinni í hár þolandans þegar atvikinu var lýst. Og hér er hægt að sjá hennar ýmsu birtingarmyndir líkamlegs ofbeldis. Algengast var að takmarka lofti gegnum öndunarveg með kyrkingataki, því næst að slá eða lemja, ýta, kýla, sparka og loks að toga í hár. Og aðra birtingarmyndir voru ekki næstum því jafn algengar eins og til dæmis að bíta þolandann, rífa föt af fórnarlambinu eða draga fórnarlambið eftir gólfinu eða jörðinni, að halda fórnarlambinu niðri og að henda því á götuna eða á bifreið. Og það var einmitt rifjast upp fyrir mér að það var í öðru tilfellinu þar sem konu var að ræða að hún einmitt beit í tungu á karlmanninum. Nú hægra megin getið séð þau atvik sem voru fátíð og óalgeng og einungis 1 tilfelli af hverju.
Og þessar birtingarmyndir sem voru óalgengar voru að henda hlut í þolandann, að snúa upp á handlegg þolandans, að kreista þolandann fast eða klípa þolandann, að hella drykk yfir þolandann, að loka fyrir öndunarveg með því að loka fyrir nef eða munn, að lemja þolandann með olnboga eða gefa olnbogaskot, að klóra þolandann, að stappa á þolandanum, að grípa í munnhol þolandans og að hrækja þolandann sem er náttúrulega mjög niðurlægjandi, að skalla þolandann og skera eða stinga þolandann. Og eins og við sjáum á þessu þá geta sumar af þessum birtingarmyndum verið svona ansi alvarlegar og óhuggulegar. En ef við skoðum aðeins niðurstöðurnar og leyfum okkur að vera með svolítið vangaveltur þær, að þá ber fyrst að nefna að það er náttúrulega gríðarlega mikill kynjamunur sem kemur fram. 40 af 42 gerendum voru karlar en einungis var 2 konur að ræða. Þannig að karlar voru 95% geranda. Og sumt af ofbeldinu sem lýst í dómunum var mjög alvarlegt og voru birtingarmyndirnar mjög mismunandi. Og eins og ég nefndi áðan að karlmenn eru líklegir til að beita alvarlegu ofbeldi og það eru þetta líka munur á bara hvort það er 60%, karlar eru 60% sterkara að meðaltali heldur en konur, bara með meiri líkamsburði. Þannig að það er kannski líka svolítið eðlilegt út frá því sjónarhorni. En algengasta birtingarmyndin var að þrengja öndunarvegi þolandans í þessa rannsókn og það er náttúrulega mjög alvarlegt. Og það hefur verið sýnt fram á það í fyrri rannsóknum að það er sérstakur áhættuþáttur kvenmorða. Þegar konur látast af völdum ofbeldis af hálfu annars aðila sem að tengist því að hún sé kona. Oftast er það í nánu sambandi. Og aðrar algengar birtingarmyndir voru að slá fórnarlambið, ýta því, kýla það og toga í hár þess eða draga fórnarlambið á hárinu. Og algengasta birtingarmyndin þessar rannsókn er því í raun og veru alvarlegri heldur en í þessum rannsóknum sem að gerðar hafa verið í Evrópu annars vegar og eins og fyrir 10 árum, þar sem að þessu er lýst þar. Og í annarra viðamikillar rannsókn sem unnin var í Bandaríkjunum hins vegar. En það voru hvoru tveggja spurninglistakannanir, þannig að þarna er náttúrulega önnur aðferð sem er notuð. Nú í Evrópu voru algengustu birtingarmyndirnar að ýta, slá, toga í hár konunnar og lemja hana með hnef eða hlut. En það er því miður ekki hægt að sjá það í skýrslunni frá rannsókninni sem var unnin núna 2024, hvaða birtingarmyndir voru algengastar. Það voru tekin dæmi birtingarmyndir. En í Bandaríkjunum að þá var algengast að slá þolandann og ýta honum, ýta þolandanum á eitthvað og loks að lemja hann með hlut eða hnefa. En 36% kvenna hafði orðið fyrir ofbeldi í nánu sambandi samkvæmt þeirri rannsókn sem unnin var í Bandaríkjunum. En þar var mjög viðamikið úrtak og öll Bandaríkin. Nú ef við skoðum fleiri niðurstöður og vangaveltur varðandi þær, að líkamlegu ofbeldi var lýst yfir 90% dómanna og í einungis 40% dómanna var lýsingar að finna á tilfinnanlegu ofbeldi. Og hlutfallið var svipað og í rannsókn sem gerð var af Blackfellum í Bandaríkjunum, þar var reyndar svona helmingurinn sem hafði orðið fyrir tilfinnanlegu ofbeldi. En sú staðreynd að 60% dómanna höfðu ekki að geyma lýsingu á tilfinnanlegu ofbeldi, að það segir okkur raun og veru ekki það að þau fórnarlömb hafi ekki orðið fyrir slíku ofbeldi. Það bara kemur allavega ekki fram í dómunum. Samkvæmt fyrirliggjandi rannsóknum þá eiginlega nánast allir þolendur sem verða fyrir líkamlegu ofbeldi verða einnig fyrir tilfinnanlegu ofbeldi. Það er alveg vel yfir 90%. Lýsingar á kynferðislegu ofbeldi var að finna í einungis 7% dómanna sem er svipað hlutfall og íslenska rannsóknin sýndi sem var reyndar spurningalistakönnun, en þar var hlutfallið 6%. Sem hafði orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi af hálfu núverandi eða fyrrverandi maka. Nú þriðjungur geranda voru undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna þegar atvikið átti sér stað, en fyrri rannsóknir hafa sýnt að áfengi og önnur vímuefni eru áhættuþættir í ofbeldis í nánum samböndum, auka líkur á ofbeldi í nánum samböndum. Og hámarksrefsing fyrir ofbeldi í nánum samböndum var 4 ár í fangelsi og í því dómsmáli fékk gerandinn fangelsisdóm upp á 4 ár en 2 þeirra voru vegna annarra dóma.
Þannig að því virtist sem dómarnir í þessar rannsóknir, þeir væru svona frekar mildir og hægt að líta á það þannig að það sé kannski verið að gera svolítið lítið úr mjög grófu ofbeldi sem að kemur fram í sumum dómana. Og sumir dómana endurspegluðu feðraveldishugmyndir og hlutdrægni gegn þolandanum af hálfu dómara og annarra sérfræðinga. Til dæmis þá var fórnarlamba ræða sem hafði náð meðvitund án aðstoðar eftir að liðið hafði yfir þolandan, eftir að þolandan hafði verið tekinn kyrkingataki. Og konan sem var þolandi hafði sem sagt rauða díla á andlitinu og var hálsinn á henni rauður eftir atvikið og líf hennar hafði samt sem áður ekki verið í hættu samkvæmt læknunum sem skoðaði hana af því hún hafði komist að sjálfstæðum til meðvitundar. En ljóst er að þessi kona að hún hefði dáið, hefði gerandinn lokað öndunvegi hennar aðeins lengur og að líf hennar hafi verið í hættu þó það hafi kannski ekki verið í bráðri hættu. Þetta er svona skilgreiningar atriði. En það var skoðun lögreglumanna sem komu semst að þessum þolanda á staðnum að líf hennar hefði verið í hættu. En dómurinn endurspeglaði semst skoðun læknisins. Það er því mikilvægt að fræða dómara og aðra fagaðila sem vinna á þessu sviði alvarleika ofbeldis í nánum samböndum og alvarleika afleiðinganna einnig. En það semst kom út grein eftir okkur, ef þið hafið áhuga á að kynna ykkur þessa rannsókn betur, að þá getið lesið hana í tímariti Félagsráðgjafa frá því fyrra. Og svo náttúrulega væri mjög gott að fara að endurtaka þessa rannsókn líka, því að það hefur ýmislegt gerst frá því að þessi rannsókn var gerð. Og það væri áhugavert að vita eins og COVID og fleira, hvort að hafa orðið einhver breyting. En þá þakka ég bara fyrir. Kærar þakkir reyndist fyrir áhugavert erindi sem að vekja upp alveg örugglega ótal spurningar í sal, gerir ráð fyrir. Ef að taka nokkrar? Já. Ef þið hafið einhverjar. Eða umræður. Mér langar kannski að spyrja í þessum málum, í þessum löndum af þessum málum eru börn á heimilum líka? Það er góð spurning. Ég man það ekki. Ég man náttúrulega bara eftir þessum 12% þar sem þetta kom fram, ef hvort að við skráðum það man ég hreinlega ekki. Ég myndi þurfa að kíkja í greinina til þess að geta svaraði. Já. En það er náttúrulega eins og við vitum að þegar börn eru á heimilinu og ofbeldi á sér stað sem að þau eru að vitna þá er það tilfinningilegt ofbeldi sem þau eru að upplifa. Já. Það væri mjög gott að geta gert það. Þannig að ég hef svona verið að gauka því að meistaranemendum en það verður allavega ekki núna í haust. Það var enginn sem hoppaði á þann vagn, en það verður þá vonandi bara fljótlega. Og þetta er líka mjög þægilegt en að gera sér bara rannsóknar verkefni að því leytinu til að dómarnir eru náttúrulega bara til staðar, mjög auðvelt að nálgast þá og vinna með þá. Já. Hvert var viðmiðið við kynferðisofbeldi? Af því að það er lág prósenta og ég svona, já, hvað þurfti ofbeldi að vera mikið til þess að uppfylla skilyrði að vera kynferðisofbeldi? Já, það er... Var það nauðgun eða? Nei, það sem sagt bara eins og ég man það, nú er það líka bara minnið sko, að þegar að kynferðislegar athafnir að ræða í óþökk annars aðilans. Það þurfti ekki að vera alveg nauðgun sko. Ef ég man það rétt. En nú verður maður að, ég hefði eiginlega átt að lesa greinin, ég sé það, ég hefði átt að rifja upp greinin áður en ég kom, af því það er búið að snjóa svolítið yfir. Maður man þetta ekki allt. Af því maður hefur lesið alls konar, bara eins og frá Stígamótum og svona, að í nánum samböndum kynferðisofbeldi sé miklu algengara en er sagt frá. Já, og vissulega náttúrulega eins og ég sagði áðan, það er ekki þar með sagt að það hafi ekki átt sér stað af því það var ekki, þó að það hafi ekki komið fram í dómanum, en hins vegar þá rímar þetta alveg við þessa rannsókn sem var gerð þarna fyrr. Og þar var hlutfallið 6% og það var spurningalistakönnun.
með nokkuð góðu svarhlutfalli. Þannig að vonandi er það bara þetta lágt. Vonandi. Já. Já. Sérstaklega í parsamböndum. Já, það eru áverkar. Já. Þetta eru náttúrulega dómar sem að tengjast fyrst og fremst líkamlegu ofbeldi, þannig að það er eiginlega bara svolítið skrítið að það ekki verið 100% sko líkamlegt ofbeldi. Aðskjótinni sko gögnin endurspegla sko hegðun geranda, þolanda, réttarkerfisins, dómara og allt. Þessu margar síur sem að geta haft áhrif á hvers konar mál fara upp. Já, já. Að gauka annar spurningu, þessi tilhneiging sem ég heyri að virðist vera í dómum að taka mildar á ofbeldisbrotum þegar það er innan veggja heimilisins, sem er svolítið brútal vegna þess að þolandi missir líka sko öryggið á heimilinu sem er svo mikilvægt. Já. Þannig að þetta það má ætti eiginlega að vera öfugt. Það ætti að vera einmitt harðari refsing. Já. Það rífast upp, það var hérna erindi sem að hún var að fjalla nafnið ofbeldi í þjóðsögum, þannig að sem að var að tengja þetta við einmitt löggjöfuna líka ég reyna að átta mig á hver möguleg skýring á þessum vægari dómum hvort það sé ríkjandi í þessu að það sé bara í lagi að það er náttúrulega að maka til að því að hún hlýðir ekki það er einmitt það sem að feministar myndu halda fram að við séum svona alltof lin og sérstaklega, já, og dómarar séu alltaf svona linir og séu með þessi feðraveldi sjónarmið. Við erum öll með, þú veist, við höfum öll innrætt í raun og veru þessi sjónarmið í mismiklu mæli. Þau lifa með okkur áfram. En hérna, já, þannig að hver var aftur spurningin? Og það ber þetta saman. Við náttúrulega, já, en við bárum náttúrulega ekki saman sko, sem sagt, þyngdóma miða við ef það er ekki ofbeldi í nánu sambandi. Við gerum það reyndar ekki í þessari rannsókn. Það væri líka alveg hægt að gera það ef þessi rannsókn er endurtekin, þá væri áhugavert að skoða það og bera þetta saman bara alveg svart á hvítu. Ég heyrði nýlega eitthvað það að sko morð það væri vægari refsing að meðaltali ef að morðið var innan veggja heimilis. Já, og það eru dæmi að það hafi verið réttlætt sko, að það hafi verið, ég man eftir í einu slíku máli þar sem að það væri raun og veru refsi lækkun vegna þess að hann hafði fulla ástæðu til að vera svona reiður vegna framhjáhalds konunnar. Þannig að sko þarna, það var náttúrulega mjög sláandi dæmi. En maður spyrir, var þetta börn? Hvað tekur konu skipti, eða margar tilraunir náttúrulega að fara? Vist við svo oft hafa hýrt bara svona í meðferðarvinnu þegar það farið að snúa börn, þá var eins og mörg. Já, og þá farið þær frekar. Já, já. Það getur tekið mörg ár. Já, já, já. Finnst þetta allt svo sláandi, sko? Já. Og þetta getur verið alveg, man ekki hvort það er 7 eða 8 skipti svona meðaltali sem að þær fara og já, koma aftur. Það er kannski gerandi stýrs af börnum og þá er það bara, Já, og þá kannski missa þær þolinmæðina fyrir því. sem að segja hvað þau eru. Já, þú varst að segja eitthvað? Nei, ég bara heyri ekki hvað hún segir, þannig ég bara, Já, þannig ég bara alltaf að reyna að fá alla myndir. viltu endurtaka? Já, bara verða fyrir með börnin, sko, þú þegar að gerandi snýr sér af börnunum og þá þessi mörkin séu skýrari og það ekki að fara. En það náttúrulega hefur líka sýnt sig í þessu samhengi að konur sem eru efnahagslega háðar maka, að þær fara miklu síður heldur en þær sem að hafa burð og geta komist í burtu. Þess vegna náttúrulega er okkar félagslega kerfi gríðarlega mikilvægt. Ég er samt aðeins velta þessu fyrir mér með kvennaatkvæði því nú er það náttúrulega að fara fram með mjög flott verkefni
allra vörum og byggja íbúðir og svoleiðis. En þá samt, sko, það segir okkur líka svolítið það að sveitarfélögin eru ekki að standa sig. Vegna þess að konur þurfa þá að flytja jafnvel eitthvað annað, í annað hverfi með börnin sín. Í staðinn fyrir að geta fengið félagslegt leiguhúsnæði hjá bænum í því bæjarfélagi sem það búa og börnin þeirra eru í leikskóla og skóla og slíku. Og ekki vörður tryggingafélag eða fólk getur hringt þar inn eða konur sem í ofbeldissamböndum til þess að veita þeim styrk til þess að komast burt? Já, ég hef ekki heyrt af því. Ok. Já, það er ágætt að einhver sem hagnaði fari í eitthvað svona sem þessi tryggingafélög er að fá. Nei, sveitarfélögin hafa ekki verið að standa sig greinilega nógu vel. Bara alls ekki. Sem koma beint á staðinn þarna í kjölfarið. Já. Þetta er bara mjög algengt núna. Það er mjög áhugavert að sjá rannsóknir í dag með ennþá fleiri breytum eins og rafrænt ofbeldi og allt þetta sem er komið. Já, sem er svona þvert á þessa flokka, bæði rafrænt og svo náttúrulega fjárhagslegt hluta tilfinningalegu. En já, það náttúrulega þarf að auðvitað upplýsa dómskerfið betur þetta. Já, og svo er þetta náttúrulega kannski svolítið svona tæknilegt atriði. Hvort að konan er í bráðri hættu eða ekki í bráðri hættu af því hún kemst, þetta er svona tæknilegt innan læknisfræðinnar. En það náttúrulega gefur auga leið að manneskja sem hefur mist meðvitund og er með rauða díl í andliti, já, punktablæðingar, það náttúrulega, hún hlýtur að hafa verið nálægt því að deyja. Já. Af hverju var ekki tekið, MRI-skanni til að vita og það er bara út, þá getur ekki verið 100% þrátt fyrir þessi yfirlæknir ráðveitar sem að er fyrir. Þannig að í bæði þess að væri lögreglan eða læknir þá samt dómskerfi að taka ákvörðun á mjög fyrirlegan máta. Já. Og ekkert verklag sem að ætlast til að þau vinna eftir. En hvernig er það að vita að þetta sé verklag til málum þetta? Já. Og svo náttúrulega þetta sko að það er náttúrulega ekkert líklega þetta í laganáminu sem sagt Já. Ekki nema út frá bara lagalegu sjónarmið, ekki sem sagt hvernig afleiðingarnar eru og hvað áhrif þetta hefur á líf þolenda og það allt saman sko, það er náttúrulega. Ég veit ekki hvort ég var þínu fyrirlestri á félagsráðgjafarþinginu, þá var lögreglukona út í sal. Já. Sambandi við þetta og dómskerfið að það er svo vanti pínu að þeir átti sig á afleiðingum, hverja afleiðingarnir eru á ofbeldinu, sko. Já, jú, það var þegar ég var að tala. Já, ég man eftir þessu. Já, einmitt. En er það dómskerfið eða lagasetning? Ég þekki ekki alveg. Ég þekki þetta ekki, sko. Nei, það vantar kannski meira með þetta að þekkja svona þessi félagsvísindi á bakvið þetta. Sérst bara hvaða áhrif hefur það afleiðingar að verða fyrir ofbeldi, bæði fyrir beinaþolendur sem eru þá til dæmis mjög oft konur eða börn sem eru óbeinu þolendur. Það kannski vantar svolítið þá einhvern veginn hugsun inn í þetta og sem að vinnur þá á móti þessum feðraveldissjónarmiðum að þetta sé nú bara allt í lagi og gera lítið úr þessu og réttlæta jafnvel að þegar hún hélt framhjá að þá lækkum við nú aðeins refsinguna og hann hafði fulla ástæðu til að vera svona reiður. Ég meina þetta eru bara svona
einmitt. Já. Já, líka bara í samhengi við það að því þetta virðist ekki vera tilfellið þegar þolendurnir eru karlkyns, þá eru dómarnir yfirleitt lengri og alvarlegri, eða þyngri. Og mér finnst það bara svo áhugavert að sjá að þú talar að dómar væri þá yfirleitt mildir í öllum þessum málum. Já. En svo hefur maður séð ef að þolandi er karlkyns, þá er dómarnir þyngri. Það? Innan í paraofbeldi. Þetta er náttúrulega ekki verið að rannsaka paraofbeldi, ekki paraofbeldi, en í ofbeldisbrotum. Almennt. Já. Þarna voru þetta náttúrulega bara 2 dómar, en þetta voru reyndar frekar alvarleg mál bæði. Minnir hún að mér þess að biti sko bara úr hennu tunguna eiginlega, eða þannig. Þetta var alveg virkilega gróft og ég man ekki hvað hitt var, en það var alveg, hvort það var stunga, það var alveg ansi gróft líka sko. Og feministar myndu náttúrulega segja að þetta hafi verið í sjálfsvörn og þær hafi náttúrulega, þú veist, að yfirleitt er að það sé svona alvarlegt líkamlegt ofbeldi þar sem konur fremja gagnvart maka eða fyrrverandi maka, þá sé það af því það hefur verið uppsafnað og það allt saman. En það kom ekki nú, við vorum svo sem heldur ekki að horfa á beinlínis á það þetta. Mér finnst bara almennt ofbeldisdómar vera ótrúlega vægir miðað við alvarleikann. Já. Langvarandi afleiðingar félagslegar, fjárhagslegar og fyrir svo marga. Þannig að oft ef maður er að horfa á hvort það er konur eða karlar, þá finnst mér bara ofbeldisdómar almennt bara að vera. Já, miðað við líka marg svona annars konar dóma, eins og til dæmis bara í samdi vímuefni og hitt og þetta, að þá er kannski miklu lengri fangelsisvist, svolítið sérstakt. Nei, það er það sem var okkar niðurstaða. Hvað þarf eiginlega til þess að nýta hana lagaramma betur? Ha? Nei. Það er það sem að... Já, og það er verið að nota svo bara sko þriðjunga eiginlega af þessum ramma. Þó þetta sé bara mjög alvarleg mál. Já, já, og hann hafði tekið sig á. Já. Já, og það er náttúrulega, sko rannsóknir hafa sýnt það nefnilega líka að það að refsa fyrir ofbeldi, að það hefur í raun og veru jafnvel enn meiri áhrif til hins betra fyrir þolandann heldur en meðferð. Þú veist, kona sem að vinnur í sjálfu sér og vinnur með sína reynslu, það skiptir alveg gríðarlegu máli og ekki síður heldur en meðferðin og jafnvel meiri áhrif af því að vita til þess að það eru afleiðingar fyrir gerandann. Að samfélagið sýni, þú veist, að þetta var ekki rétt, það var virkilega brotið á þér þarna og hann fer í fangelsi í x langa tíma fyrir. Þú veist, þetta bara skiptir rosalega miklu máli. Og svo hefur það líka fælingamál. Já. Já, sérstaklega hjá þeim sem hafa einhverju að tapa. Rannsóknir sýna það, við hafa kannski enga fælingamátt fyrir suma sem hafa engu að tapa, en þeir sem hafa virkilega einhverju að tapa, sem eru í góðu starfi og svo framvegis, það hefur virkilega fælingamátt fyrir þá. Já, því hún var með myndband af ofbeldinu. Já, mjög mikið hugrekki hjá henni. Já, af því við þurfum stundum kannski svolítið bara að horfa á raunveruleikann eins og hann er. Þetta bara er raunveruleikinn hjá sömu fólki. Það er að díla við þetta og við þurfum að bregðast við. Hún ætlaði ekki að kæra. Stærstu yfirlögreglan lögreglunni tók ákvörðun vegna alvarleika málsins. Það er samt niðurstaða dómsins. Já, akkúrat.
og það er sláandi. Þetta eru sláandi niðurstöður og það sýnir þetta er virkilega mikilvægt og þetta er rosalega mikilvægt málefni og við vonum að svona áframhaldandi rannsóknir á þessu Skil ykkur. Færa okkur eitthvað áfram. Já, algjörlega. Koma þessu líka á framfæri. Já. Og svolítið lengi að koma út þessi grein hjá okkur og svo er ég beðin að halda þetta hér og þetta er orðið svolítið gamalt sko. Manni finnst alveg bara svo mikil þörf að endurtaka þetta. En þetta er virkilega svona gluggi sem að bara, vá, þetta er bara, þegar maður horfir á allar þessar birtingamyndir og þetta allt saman. Mér fannst það allavega mjög sláandi. Væri gaman að sjá núna nýja rannsókn af því að með aukinni, það er náttúrulega bara við erum að opna umræðina á ofbeldi. Já, að kannski væru við með allt aðra tölur í þessu núna og einmitt út af COVID líka kannski. Já, það væri, af því nú hefur ofbeldi aukist mjög mikið hjá ungu fólki og það hefur líka, það er fylgni þar á milli við parsambönd og gagnvart börnum líka. En ef við ekki bara fara að slá, já, botnin í þetta. Takk fyrir komuna og kærar þakkir Bryndís fyrir áhugaverð fyrir. Já, takk kærlega fyrir að koma.